Ég heiti Matthías Rögnvaldsson og er forseti bæjarstjórnar Akureyrar. Árið 2003 tók Akureyrarbær á móti 24 einstaklingum sem voru 6 fjölskyldur frá Júgóslavíu. Og það tókst bara mjög vel. Það voru stuðningsfjölskyldur sem voru til staðar, sem var í samvinnu við Rauða krossinn og sú reynsla var bara mjög jákvæð. Það var stofnuð sérstök yngri barnadeild í Giljaskóla fyrir krakkana og það ferli tókst bara alveg ótrúlega vel og allir þessar aðilar búa hér enn sem komu þarna árið 2003. Við í bæjarstjórn Akureyrar fylgjumst með fjölmiðlum eins og aðrir og við höfum séð þessar hörmungar þar flóttamenn frá Sýrlandi og annars staðar sem reyna að komast inn í Evrópu. Við sjáum þessar hörmungar og við fórum yfir málinu og við vildum endilega leggja okkar að mörkum, sýna samúð og aðstoða þetta fólk einhvern veginn. Þannig að við sýna það að bærinn hér væri tilbúinn, það þyrfti ekki að ýta við okkur, heldur vildum við ýta við samfélaginu að taka þátt í þessu verkefni. Akureyrarbær býður hennar upp á allt sem til þarf til þess að hefja nýtt líf í nýju samfélagi. Ég heiti Valdís Eyja Pálsdóttir og bý hérna á Akureyri og er sálfræðingur. Þó ég sé sálfræðingur þá er ég líka bara manneskja og ég hef bara orðið virkilega snortin, mér finnst bara hræðilegt að horfa upp á myndir sem að berast þarna frá Miðjarðarhafinu. Þetta hitti mig fyrir bara, já Valdís, hvað getur þú gert annað en að tjá þig á Facebook? Og þetta var niðurstaðan, ég gæti farið að vinna með Rauða krossinum, svona bara sem sjálfboðaliði og veitt viðtöl bara eftir bestu getu. Ég heiti Kristín Þóra Kjartansdóttir og er doktorsnemi í félagsfræði og framkvæmdastýra Flóru. Ég heiti Hlynur Hallsson og er myndlistarmaður og safnstjóri listasafnsins á Akureyri. Já, og þetta er hann Árni og hann er 5 ára og er á leikskóla. Ég upplifi til dæmis þessar fréttir og þessar ofboðslega sorglegu myndir þar sem maður sér börn sem eru dáin og svona yfirfulla báta af fólki. Þetta er auðvitað maður er pínur hræddur auðvitað, þú veist, að þetta hætti að hafa áhrif á mann. En í gegnum börnin er það líka svona að þau spurja mig nákvæmlega, af hverju eru þau öll á þessum báti, hvað er að gerast á þessum myndum, og þau horfa þetta yfir öxlin á manni þegar maður er bara að kíkja á einhverja fréttamiðla eða Facebook eða eitthvað, og þá þarf maður einhvern veginn að fara að útskýra fyrir þeim að það sé stríð hjá þessu fólki og þau sé að flýja stríðið og þau vilji gjarnan koma til okkar til að leita skjóls. Ég held að varðandi móttöku flóttamanna að í rauninni allir geti gert eitthvað, látið eitthvað af hendi rakna eða boðið upp á samveru, verið með fólki, gert eitthvað með fjölskyldunum eða einstaklingunum sem að koma eða gefið einhverja hluti. Það held ég að eiginlega bara allir geti gert. Ég held kannski að sé allir sem vilja láta eitthvað af hendi rakna eða geta búið upp á eitthvað til þess að þjónusta þetta fólk og hjálpa því að aðlagast, að það sé mikilvægt að sú hjálp sé þegin. Þess vegna finnst mér frábært að Rauði krossinn sé byrjar bara svona skrá niður alveg bara allir sem að hafa búið fram aðstöð og það sé þá bara gert alveg systematist þannig að það sé þá tilbúið þegar þau koma. Ég heiti Aldís Lilja og ég er í Hrafnagilsskóla. Ég heiti Trausti Freyr og ég er í Hrafnagilsskóla. Mér finnst bara að það ætti enginn að þurfa að flýja land eða hoppa upp í bát bara og vonast eftir betra líf einhvers annar staðar út af því að það er stríð í landinu sem maður býr í. Það ætti bara allir að fá að lifa í friði og en fyrst þetta þarf að vera svona, þá finnst mér að við gætum rétt fram hjálparhönd og það þurfi ekkert allir að gera eitthvað svona stórt. Heldur bara að gefa gömul föt sem maður hættur að nota leikföng eða eitthvað. Ef það kæmi flóttamaður í skólan minn, þá myndi ég kenna honum íslensku og kannski leikvenn og vera vinur hans. Ef það kemur flóttamaður í bekkinn minn, þá myndi ég bara reyna að gera allt til að honum myndi líða vel og finnast eiga heima í bekknum. Allir krakkar geta hjálpað með því að taka vel á móti fólkinu sem kemur kannski á Íslandi eða myndi koma flóttamenn á Ísland, flóttafólk. Eitthvað. Ég heiti Silvía og ég er í 5. bekk.
Já, ég heiti Svala Fanney, ég er móðir og sálfræðinemi. Ég heiti Massvill, ég er 8 ára og ég er í Glerskóla og í 3. bekk. Ég heiti Emilía og ég er í 9. bekk. Maður er náttúrulega búin að sjá í 2 ár eða lengri tíma fréttir frá ástandi flóttamanna í Sýrlandi og annar staðar líka. En svona upp á síðkastið, eins og flestir hafa kannski tekið eftir, þá hefur það svona dunið á samfélagsmiðlum mjög svona, já, myndir sem að hafa hrært mjög djúpt við manni og við einfaldlega hjónin gátum ekki við bara hort á þetta aðgerðalaus, þannig að við svona fórum velta fyrir okkur hvað við getum mögulega gert og sérstaklega eftir þetta framtak með Facebook síðan að Kæra Eygló þá ræddum við hjónin svona hvað við getum mögulega gert og komast að því að það var hreinlega hellingur sem að við gátum gert bæði eigum við húsaskjól og mat, fatnað, dót, meira en nóg öllu og viljum endilega deila því með okkur og reyna að verða til þess að eitthvað af þessum flóttamönnum geti öðlast betra líf hér á Íslandi. Hvað voru þið að tala um að? Að halda tombólu til styrktar þeirra flóttamannanna, gefa föt, gefa vináttuna og gefa bara dót og húsaskjól fyrir þá sem hafa ekki neitt stað. Ég myndi leyfa henni að gista inn í herberginu mínu og leyfa henni að fá borða það og svoleiðis. Þetta er náttúrulega forréttindi að geta átt heima á svona landi sem er friður og nóg mat og föt og þannig að mér finnst eiginlega sjálfsagt að við getum hjálpað öðrum með því að gefa það sem við eigum, að því við eigum nóg að því. Ég heiti Málfríður Þórðardóttir og ég er ljósmóðir og fyrir 15 árum þá tókum ég og maðurinn minn að okkur 8 manna fjölskyldu sem voru flottamenn frá Júgóslavíu og þau komu til Siglufjarðar, þetta var árið 2000 og þau mættu bara með börnin sín í fanginu og 2 ferðartöskur, það var allt sem þau höfðu og nú er þessi staða komin upp aftur, það er mikil neyð í Sýrlandi og við hjónin erum sko tilbúin að gera þetta bara strax á morgun, að taka okkur fjölskyldu og fylgja henni eftir og styðja. Það væri bara gaman og gefandi og þroskandi fyrir okkur. Það geta allir gert eitthvað og ég hvet alla til að gera það sem þið geta. Ég heiti Sigrún Finnsdóttir og starfa sem markþjálfi. Já, mér finnst sko mjög mikilvægt að við tökum bara fagnandi á móti manni sem kemur frá Sýrlandi. Það er náttúrulega sko þannig að í hverjum einstaklingu býr gríðarlegur auður og auðurinn ferst náttúrulega í ólíkri reynslu, ólíkri menntun og þeir sem að koma hingað hafa miklu meira að gefa okkur til samfélagsins heldur en þeir sé að taka. Og ég held að svona í flestum tilfellum þessi einstaklingar farnir að vinna með fljótlega og þeir eru með fljótlega farnir að greiða skatta og skyldu til samfélagsins. Ég heiti Inga Þöll Þorgrímsdóttir, bæjarlögmaður. Ástæðan fyrir því að ég ákvað að skrá mig á þessa Facebook, Kæra Eygló, Sýrland kallar, var að ég var búin að horfa ómikið af fréttum sem mér ábauð. Mér fannst að mér rinni blóð til skyldunar að gera eitthvað og þess vegna bauð ég fram mín aðstoð. Ég með laust herbergi, ég get boðið fólki mat, ég get aðstoðið við íslenskukennslu, ég get verið vinur, ég get boðið fólki mat og svo er ég lögfræðingur, þannig að ég get boðið upp á lögfræðiþjónustu eða aðstoð, kenna fólk á kerfið og annað slíkt. Ég held að allir geti gert eitthvað. Það geta allir verið vinur og svo hvet ég fólk til að skrá sig sem sjálfboðaliða hjá Rauða krossinum í innflytjendamálum og þá verður haft samband við það og þá fær einhver verkefni. Ég heiti Hafsteinn Jakobsson, deildarstjóri hjá Rauða krossinum við Eyjafjörð. Og ef ég miða við þegar við tókum síðasta móti flóttamönnum árið 2003, það er einu hópurinn sem ég hef komið að, þá vorum við ekki eins vel í stakk búin eins og núna. Við vorum með fáa sjálfboðaliða miðað við það sem við erum með núna. Þannig að ég held í rauninni að með þá sjálfboðaliða sem við höfum núna yfir ráða og það fólk sem er búið að lýsa yfir þessum vilja að aðstoða að við séum
öflugri til að taka á móti þessum hópi ef og þegar hann kemur. Ég held að í rauninni geti allir gert eitthvað. Í raun og veru þeir sem að vilja aðstoða okkur geta farið inn á heimasíðu Rauða krossins, rauðikrossin.is, og þar er hægt að skrá sig sem sjálfboðaliða og í rauninni velja úr þeim verkefnum sem að þegar eru til standa til boða. Það er reyndar held ég ekki hægt að haka við flóttamannaverkefni, en það er innflytjandi mál ef mann rétt, og væntanlega reitur til að skrá þá athugasemdir, og það er það hægt að gera nánari grein fyrir ef það er eitthvað sérstakt sem maður vill leggja lið. Þetta skal ég gera. 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 Akureyrarbær mun ekki láta sitt eftir liggja þegar kemur að aðstoð við flóttamenn sem koma til Íslands.